Þessi þáttur podcastalans tekin upp í podcaststúdíói Akureyrar, farið inn á psa.is fyrir meira info ef þið eru akureyringar sem vilja gera podcast eða sunnlendingar sem eru fyrir norðan og vilja gera podcast. Þátturinn líka í boði Birtu CBD sem að íslenskt fyrirtæki sem einblínir á snirti og heilsuvörur sem innihalda hágæða kannabídiól. CBD sem einangraður iðnaðarrambi og fyrirtækið selur geggjað rakakrem, geggjað vöðvagel sem inniheldur mikið magna CBD og hlustundur podcastalans geta farið inn á birtacbd.is og þeir eru að versla í checkoutinu, setið podcastalinn í discount kód og þá fáið 20% afslátt út febrúar. Þannig að nýtið ykkur þetta frábæra tilboð og gjörið svo vel. Hér Akureyri part 2. Og það var basically þannig sem að kaffi og þá kom bíflugan, skilur við. Já, ok. Býtu, þetta sagan? Já. Úff. Hellað. Já, þetta dálítið hellað. Já, kom býð eftir þessu. Jæja, elsku vinir. Eru komin í podcast tæp númer 2. Já, heyrðu, Birkir, ég væri heavy til í að þú myndir bara kynna þetta inn. Þú þarfst að tala í 30 sekundur og þú ætlar að kynna inn þáttinn og kynna okkur og segja hvað við erum frá að tala um. 1, 2 og Sko, ok, ég heiti Sigurbjörn Birkir Björnsson. Hjá mér stættur MC Gauti, rappari. Og með 3 Dóri K, hvað það sig? Voru talið mækinn, Birkir? Hann heitir öðru nefndi Halldór Kristinn Harðarsson. Og við ætlum að bara tala um það sem við erum að gera í lífinu. Og hvað þáttur þetta? Þetta þáttur númer 2. Af einum. Nei, hvað þáttur? Þetta podcast. Já, podcast Þetta er podcastalinn. Herri Birkir, færðu mækinn smá svona? Þetta bara Nei, lengra sko þannig að annarkvæmst að það sitt svona kjör allan tíman eða færa mækinn. Dóri, vill hjálpa honum? Já, ég skil það. Lokaður glugganum aðeins, Gauti? Já. Ok, cool. Þetta fínt svona, sko. Þetta frábært. Það alltaf gott að byrja alla þetta á svona teknilegu bulli, sko. Við skoðum að tala um. Herðu, gæðið maður. Ég ennþá fyrir norðan. Og já. Þú varst lengur. Sko, þetta náttúrulega svo mikið í gerð. Við erum ekki í beinni útsendingu. Nei. Við erum ekki í beinni útsendingu. Við tókum upp þátt í gær en það samt og nú þáttur 2 Akureyrar þáttur 2 að koma út en það samt 2 dagar sem liða á milli eða meira eða eitthvað, ég veit ekki. Ég veit ekki af hverju ég að fara í tímadítila þar sem það skiptir engu máli. Það skiptir engu máli í það sem þetta ekki live. Í stóra samhenginu. Það eru nokkur hlutir sem að eru ennþá ég hafði svona daginn í gær til að hugsa aðeins svona Akureyradót og ég, þú veist, ég dýrka vera hérna. Ég kem mikið hingað og ég kem auðvitað mikið hérna til að spila. Já. Bæði höfum við verið með AK Extreme snjóbretta fyrir þá sem að vita ekki hvað AK Extreme af því að ég ætla að giska að það sé ekki allir að hlusta sem vita hvað það eða eru frá Akureyri. AK Extreme snjóbrettahátíð sem er svona festival sko sem við höfum haldið bæði tónleikar og snjóbrettaskíða og snjósleða í raun og veru. Jaðarsportshátíð en þetta samt í grunninn svona árshátíð snjóbrettamanna á Íslandi. Já, 100%. Og þá það þannig að við höfum sett svona Eimskips gámastæður í gilið á Akureyri og verið með sýningu, sko, ef ég fara á YouTube og skrifa bara AK, bara A, stafurinn A og stafurinn K ég veit ekki hvað Extreme. Ég veit ekki hvernig ætla ég að útskýra öðrum sig AK. Bara, já, ég veit það, svona AK Extreme
Extreme Það var bara flott útskýrt hjá þér. Það hljóta nú allavega að vita hvað AK-stream er. Nei, það umlega ekki allir sem vita hvað það en sko allir sem að hlusta vita núna hvað það Já. Þetta algjörsnild Þetta er sko við vorum reyndar ekki fyrra Ég veit ekki við bara fyllt gili hvert ár eftir ár. Já, við vorum ekki fyrra af því það var heimsfaraldur vonandi búið að græja hann þegar þessi þáttu komur út en ég efast stórlega það og árið undan því var ekki hátíð, við þurftum bara smá skipulagsbásu og í ár verður þetta örugglega ekki aftur út af því að ég sé ekki fram á að sko í fyrsta lagi þá veit nákvæmlega enginn á AK Extreme hvað personal space er og ég er ekki með enda neikvað er ekki að tala að perralega hátinn sko, heldur meira bara það bara ógeðslega gaman veist, að hafa verið 800 miljón manns í gilnu en það samt að vera 8.000 manns það er samt sko ógeðslega mikið af fólki það er orðrúmur núna að sé vera að loka þessum Pfizer-díl hann hefur komið áður en þarna ef hann kemur ég nenni bara ekki að hæla í þessu þetta er bara orðið þannig ég nenni ekki að fara að gera mér einhverja væntingar sem að falla alltaf aftur og aftur Nei, ég veit það og ég bara alltaf býður rólegur og þegar að ég fæ fréttirnar að ég megi halda tónleika aftur og ég megi halda AK Extreme og fara á Sonar, Secret Solstice og fara bara vera í portin á prikinu og vera í 30 manna partíum eitthvað skilur þá þetta er bara orðið svo þreytt þetta er umrætt mér langar líka að fara í sjálfan já, ekki á hann Heyrðu hvað já, ég veit það sjáðu, ég er líka staldraði við í sjálfan af hverju voru að tala með ykkur í stream? að því þetta er podcast, skilur við að tala með eitthvað já, ég segi, var eitthvað upp á því? eða veist manna ekki nei, ok Birgir færir þarna niður býttu aðeins, við erum að sko, ég er ekki að djóka gætum við stoppa núna og spóla tilbaka, hlusta hvað við vorum að tala og halda síðan áfram gætum við gert það? Nei gætum við gert það? já, við gætum gert það og gera það? nei, höldum bara áfram ok, höldum bara áfram já, ég man hvað við ætlum að fara að tala ég var að tellja upp hluti sem ég fíla á Akureyri þeir eru mjög margir já og ég var að segja ég það sem ég var að segja áður ef við förum tilbaka eins og í myndinni Memento það sem hann man ekki neitt það er eina fáa myndin sem ég hef aldrei tengt jafn mikið við hann vaknar á hverjum degi hefur séð þessu mynd Memento nei, örugglega ekki þetta er basically þannig að í hvert sinn sem gaurinn sofnar þá er hann búinn að gleyma öllu og það er umulegt og hann er búinn að flúra og hann ég man ekki nákvæmlega plottið hann er að reyna að finna eitthvað morðingi eða eitthvað og hann svona finnur hann gegnum tattoo og post-it með það og eitthvað svona og þetta er í raun og bara líf mitt skilur ég vakna á hverjum einasta degi og er bara hvað er ég að gera aftur hver er ég og Jóvanna segir góðan daginn Gauti og ég segi já þetta Gauti ok pakka þetta Gauti og síðan fer ég í síma minn og segir bara MC Gauti prófælinn ég tónlistamæður ég þarf alltaf að rifja upp hver ég er skilur á hverjum þú ert líka hverjum er þetta já þetta er ef ég var hreinskilin ég væri ekki til í að lifa þessu lífi sko gleyma öllu allstaðar og þarna vera svona utan við sig en í staðinn þá fekk ég fékkst hellinga móti að lifa draumnum já, ég veit living the dreams hvað fílar þú meira á Akureyri? ég fíla fucking græna hattinn maður græni hatturinn er vá þau gig sem að maður hefur spilað þar þau eru geggið og Haukur og Hoffa og bara það er góður andi þar Birgir þú nú komin okkur sem á gig þar ég fíla það minnst gaman að fara til og afa dýrka það og dýrka fara í Hlíðafjall og þið fóru með mig einhverja nýja okkur fóru með mig einhverja nýja fucking ísbúð í gær nýja ísbúð okkur fóru við ekki bara ég kem norður og ég segi vá hvað ég væri til að fara í einhverja góða ísbúð og þið segið þú sagði það ekki þið segið
Við veitum meina ísbúð sem er með ís sem er aðeins ódýrari og ég segi, vá, ok, gæðið, fyrir þangað. Nú ertu bara að bulla. Nei, ég er ekki að bulla og við förum þangað og ég fann bræðaref. Þið varst hann ekki vondur. Mér finnst hann ekki vondur, Nei. en það er bara, Þá er það að tala um ísbúðinni sem er beint á múti DJ. já, Já. baku DJ. Finnst þú nú góð, Birkir? Hún er ekki ekki. Já. Já, hún var allt í lagi. Allt er lægi, hún Ég- er bara góð, sko. Hún var bara fín, skilur, það var bara fucking ís, skilur, ég ger ekkert eitthvað brjálæslega Nei, kröfur en þú ís. varst að gera kröfunar að við færum í Brynju, skilju. Ég skil bara ekki okkur að fiskabúður inn á í ísbúð. Ég skil það Já, ekki. það er það sem er trublaðið, það fiskabúr á nynni. Það er náttúrulega alveg fáralegt. Af hverju tropical fiskar í ísbúð? Ég fatt það ekki. Nei, ég fatt þetta ekki heldur. Það voru líka tropical fiskar á bautanum. Ég ætla ekki eins og að byrja að tala um bautin sem er bara eina sem rýmar við nafnum mitt. Já, einmitt. Reynda að rýma eitthvað við nafnum mitt. Blautin, Nei, Gautin. nautin. ég ætla að heita ekki Gautin. Ég heiti Gauti. Já. En Blauti. Nei, bautin, hvað er ekki eitthvað? Salat á 7000. Nei, 72. 72, salat bara 72. En, já, þú er búin að telja upp hvað, Hlíðarfjall, Græna. Bara fullt af dóti. Ég bara, það sem ég er bara að reyna að koma inn á er að ég dýrka Akureyri. Já, maður. Og og þó ég segi Akureyri og fólki finnst það byrjandi. Skiptir yngur. En það er eitt við Akureyri sem að er svo ótrúlega siðlaust, óskiljandi og ég fæ svona pirringina, ég fæ ekki svona pirring, ég fæ bara svona, mér finnst það bara lóðhæðilegt. Hvað ertu hérna, hvað það var að segja? Það er að þið segir brók. Byrjar að þessu Í stað að veistu hvað, það er að þið segið ekki nærbuxur. Þið segið, og mér er alveg sama pilsa og ég til að segja strengir í staðin fyrir harðsperrur og harðsperrur. Þú heyrir samt hversu fárlegt orð það er samt. Það er alveg ótrúlega ok, ef við ætlum að fara ok, áfram. Ef við ætlum að fara í það Þetta er bara með strengjum. Já, eins og í gítar. Þið stáluð, það var til orð yfir hluti sem voru í gítar, þið stáluð því. Harðsperrur er basically bara nýyrði það sem er í alveg tala gangu. En mér finnst það allt í lagi. Já, ok. Birgir, mér finnst það allt í lagi. Já, reyndar. Ég er Það segja margir Farðaðist nær mæknum. Það segja margir að það er sagt annarkvort bæði orðinni eða annarkvort. Hasperur eða það segja margir ég er bara með strengi. Mér er persónulega mér er sko í alveg tala dröld sama. En ég get ekki meðtekið það að kalla nærbuxur brók, af því að mér finnst það bara Birkir er að dæsa. Segðu mér, hvað finnst þér þetta sem ég er að segja, Birkir? Sko, í fyrsta lagi nota ég bara orðið brók en ekki nærbuxur, sko. Akkur ekki? Akkur ekki, því að mér finnst bara nærbuxur, þetta er bara rosalega fárvægt orðið. Nærbræku ekki, ég meina. Nei, ég sagði ekki nærbræku, ég sagði nærbuxur. Nærbræku og nærbuxur. Nei, þú ert ekki, sko, þetta er bara brók. Nei, þetta er ekki brók. Ég meina, ég er brók, sko. Mér finnst bara brók vera svo ótrúlega, og ég er ekki að segja í hvert sinn sem ég segi nærbuxur, ég sé eitthvað sexually aroused, en það sem ég að segja er að mér finnst brók mér finnst brók ertu núna bara, þú veist, ef þú myndir vilja fá nektarmyndir af Maríu, myndir þú segja sendu mig myndir af brók Nei, sko, í fyrsta lagi það er enginn að tala um Nei, hlustaðu Segir þið brók ertu? Nei, sko, MC Gauti þeir við erum ekki að tala um hvað er kynþokkafullt. Ok, ég ætla að breyta umræðan er núna um það hvort er meira kynþokkafullt þá myndi ég bara segja blunda eða strengur eða eitthvað. Mér finnst nærbuxur ekki kynþokkafullt.
Nei, en ég nefnilega líka alveg sammála þegar ég ekkert eitthvað, nærbuxur en mér finnst brók bara svo ógislegt orð mér finnst það, þú veist hvað langbrók er? Já, ég veit hvað langbrók er Ok, hvað er það? Það er bara gammos í rauninni Já, það getur líka verið svona stuttar brekkur sem ná hérna nefnilega læri sko. Brók er hérna svona, eins og þessi búið að klippa gammosýr í tvend það var bara getur við ringt, er þetta að ringja og spila það í ég get ringt bara spíkar, ég ætla að prófa Nei, ég get tengt í bindin Getur það, hvar tengi ég mig? Ég skal bara tengja inn í minn síma og ringi bara mínum Ok, gerðu það, ég er til að ringja í ofinu Ok og hérna bara prófa bara sko prók er náttúrulega bara brók og svo er náttúrulega bara það líka nærbuxur Já það er bara svona svona stóra buxur svona sem er bara Hvað, eru nærbuxur stóra buxur? Já, svona basically sko nærbuxur, það er náttúrulega hérna þetta líka brók og nærbuxur, ég menna þetta er bara fólk sem Bíddu, Birgir, við að ringja Ertu byrjað að ringja það? Þannig, ok, lækka hans í henni Halló Hæ, ertu mín? Hæ, ertu mín Hvað segirðu gott? Gott Hvernig hvernig brókast í? Ha? Hvernig brókast í? Herðu, ég veit að Nei, Birgir Gauti Bíddu, Birgir Hefur ekki alltaf lægi með þig Herðu Birgir, þú mátt ekki segja ég er að hringja kemferðslegt símtal í ofinu þú getur ekki verið með í því þetta er ekki eitthvað þrísom símtal með þér Ói bara alltaf Já Ói, Guði, þetta er versta kynferðislega símtal þegar nokkuð að hittinni brók Herðu, ok Hei, byrju, hlusta á þetta Jóhanna Þetta er viðbjörn Ég er bara með eina spurningu Ógeðslegt, já Ok, hvort finnst þér meira sexy ef við tala að taka þig úr nærbuksunum eða taka þig úr brókinni Ekki úr brókinni, það er eins og þetta fara að bróka mig Guð minn almáttur Þetta er nefnilega málið ég er að eiga smá ég er að tala svo fallega Akureyri en eina sem ég get ekki skilið við Akureyri er að Akureyringar segja brók í staðinn fyrir nærbuxur og mér finnst það í raun og veru minnst það ætti að vera ólögt En Jóna Ég saman það er Jóna Já, það er ekkert sem þú getur sagt sem breytir Nei Já, en finnst þér nærbuxur gett hot? Nei, alls ekki Nei, það er point proved Þetta er ástæðan fyrir ég elska þig er bara að því að ég sagði þig orðrétt það sem þú sagðir ég sagði, það er skárlega brækur eða nærbuxur Nei, það sem við erum að segja er bara, herru case closed Nærbuxur er bara ekki það slæmt og pæli Nei, nákvæmlega En ástu mín, ég ætlaði bara rétt að heyri þér hérna og ég bara heyri þér síðar Ok Bye Heyrðu þetta? Já, ég heyrði alveg hvað hún sagði Já, hún sagði bara nákvæmlega sama og ég var að hugsa En hérna það var geðið þetta við sem búin að komast að niðurstöða þessu brók sé ógislegt og nærbuxur sé aðeinslegt Nei, málið það, brók er ógislegt en nærbuxur eru bara, þú veist, aðeins skárra orð Ok, það er niðurstöðan Ok, það er niðurstöðan, ok, geðið þetta Herðu, annað sem ég langar að tala um Já Eða þú veist, það er náttúrulega fullt af hlut sem ég langar að tala um að því með munnræpu Það er næsta það kemur að þér, Birkir Það er þess brú Það er brú hérna á Akureyri sem er niður við sjóun, hvað heitir svæðið þarna? Samkomuhúsflötin Er það tala um samkomubrúna? Já, býtu Þetta er samkomuhúsbrúin Heitur hún það? Nei Ertu viss? Er ég viss? Birgir, viltu koma enn og aftur nær mæknum elsku kallið minn? Ég segi, ef hún lærir ekki samkomubrúin Eru ekki að tala um Harrybrúna? Já, sko ég ætla að fá Segðu mér aðeins frá þessari brú og hvað var málið? Það var svolítið að vera að búa til nýja brú By the way, ef þið hafið komið norður þá er óskiljanleg brú Það ef þú ert að labba með frá sjónum þá er pínulítil brú sem að
það er basically bara venjulegu göngustígur Já. sem kemur brú sem þá getur þú tekið svona smá lengri leið út á sjóin og aftur inn á göngustígin. Hún er flott samt. Auðvitað er hún flott, en til hvers? Til hvers? Já, Já, fólk lappar bara þetta yfir og já það er þarna. ekki, hún þjónar nákvæmlega engum tilgangi. Nei, hún er flott samt. Er hún það flott? Mér finnst það mjög flott. Er hún það flott? Já, mér finnst það flott. Hvað þú ert að vinna með okkur fólk í borginni? Nei, ég veit alveg að ég veit alveg að þessi brú hún er ekki, þú veist ég hefði aldrei samþykkt að borga fyrir þessa brú, fattar þið? Nei. Aldrei. En mér er alveg saman peningan alltaf, ég bara skil ekki af hverju var byggð brú aðeins út á sjóin og aftur inn á Nei, ég er líka 100% sammálaður þar. En hún er og svo ég flott. skil ekki heldur að hún var ekki, sko, því að Birkir sem að þú ert, getur við ekki sagt að Birkir sé þekktur hérna á Akureyri? Jú, hann er local legend. Local hero, það er líka fullt að liði Reykjavík sem veit hvað þú ert. Já. Og örgulega bara á fleiri stöðum. Og þú áttir hund, legendary hund með hann hvílufriði sem er Harry og þess að þú sendir inn til og hún er kallið Harry brúin. Já. Sem að er hérna Ég fekk það bara aldrei. Nei, út af hverju ekki. Ég er ekki að grína, mér finnst auðvitað er mjög fyndið ef við förum yfir að Birkir, það væri náttúrulega mjög fyndið ef einhver brú myndi heita Harry brúin, skilur við, en mér finnst það eiginlega bara það legendary í dót og líka út af hundurum að það hefði verið geðvægt að hún myndi heita bara Harry brúin. En hún heitir Harry brúin, Birkir. Hún heitir í rauninni sko samgöngubrúin. Nei, hún heitir Harry brúin. Af hverju fokkarum heitir hún samgöngubrúin þegar hún er ekki samganga yfir neitt? Nei, hún heitir það náttúrulega ekki í grunninn, sko. Hún heitir samkomuhús flöturinn er þarna Heitir brúin ekki neitt? Jú, samkomuhús brúin eða eitthvað svona. Samkomuhús brúin? Já. Ég veit ekki okkur sem æstur Nei. Sko ég fór hérna Skiptir mig engu máli. Sko ég fór hérna Samkomuhús brúin? Já, þetta er bara fáralegt að nafn sem noktum er hýrt. Já. Og hérna ég fór hérna nýri ráðhúsuna þegar voru að byggja brúna og hérna ég spurði hvort ég mætti ég skýra bara Harry brúin. Það segði bara, við ætlum bara að sjá til og hérna ég bara fekk mínu ekki framleitt og þetta er bara fáralegt sem að ég bara alveg steiftur yfir. Þetta er bara ógeðslega leiðilegt, pirrandi, og ekki nefnið Harry brúin. Hún á að heita það. En þú veist að hljóma næstu eins og Harry búin. Sko, Harry brúin. Ertu búin að finna þetta? Já, þú veist, brúin hefur gengið undir vinnu heitinu Leikhúsbrúin, enda liggur með frá Drottningabraut. Brúin, já, hérna að því leikhúsið þar, já. En hérna kom sko einhverju til brúin var formulega tekin í nótkunni gær, þá tilkynnt niður, bla bla bla. Það er þegiðu. Nafni Bruðla, óþarfi, góðærisbrú, peningabrú og brúin yfir ekkert. Þetta voru tillögunar sko. Já, tillögunar, og stendur Harry brúinan líka? Nei. En það var tillaga? Já, það var mjög marga tillögur. Það voru mjög margir sem kusu Harry brúin. Hvað erum við að tala um? Erum við að tala um 20 manns, erum við að tala um 200 manns? Það voru, sko, ég man ekki hvernig það var samt einhver múið sem skapaðist inn á það var einhver frétt og það verður að kommenta skilur hvað hann ætti að heita. Það var frétt um þetta? Já, þú veist, og það voru mjög margir sem að tilnefnda hana Harry brúna og það er meðal Birkir líka. Já, ég skilji. Herðu, ég er með smá hérna listastrákar. Þetta er sérst Arnar sem er með mér í podcastalunum. Já. Sérst Arnar sem er ekki með andlit. Hann sendi Arnar hann beðið að kella húsum. Já, skilur því. Hann mun hlusta á þetta. Þetta er ekki Arnar sem þú þekkir sko. Arnar, hann er ekki með andlit. Og hann er með lista og ég endurtek aftur. Þetta er ekki sko endurspeglar á engan hátt mína skoðanir. Þetta er Arnar, hann er mjög fordómafullur maður í garð sveitafélaga. Hann meiri segja sko Birkir, nú lætur hann heyra það. Og Birkir, ég ætla að spurja þig að þessu öllu og þessi gaur hugsa bara, hann er þú þekkir hann ekki. Veitu hvað meinar hann ekki með andlit? Hann er ekki með andlit. Hann hefur bara eiginlega enginn síðan sko. Finnst það ekki skrítið það? Já. Er hann á Facebook eða? Nei, hann er ekki á Facebook. Ok, þá er hann á Snappinu eða Instagram. Nei, hvorugt. En það sem ég ætla að segja er að hann setti fordómafullar fulleringar Akureyri
Ok. Ég ætla að spyrja það þessu. Þú svarar og segir það sem þú vilt segja í leiðinni. Ok. Drekka Akureyringar ennþá mjólk í bauk? Já, ég veit það ekki, en fólk drekkur kók í bauk, sko. En ekki mjólk í bauk, sko. Ok. Eru sömu innstungur á Akureyri og í Reykjavík eða þarf maður konverter á milli? Dóri, þú mátt líka alveg koma inn, sko. Það að bakka mér alveg, sko. Þetta eru bara svona Hann er, sko, Þetta eru bara svo mikli stælar. Nei, sko, málið er, ég er ekki að tjóka Sko, ég veit svörin Hann hlýtur að vera að grínast. Nei, hann er ekki að grínast. Málið er, hann er ég er búin að þekka hann mann í mörg ár. Já. Hann er ekki að grínast. Þetta er ekki grín. Hann er að spurja og þið megi alveg drulliður. Heldur hann í alvörunni eða Nei, hann er að spurja. Já, nei, eru sömu innstungur? Já, væntanlega. Ég meina, við erum með hefur farið til Bandaríkjanna? Skoði, ef við sér hérna, það eru með innstungur hérna og ég meina, það eru sömu innstungur hérna á Akureyri og í Reykjavík. Ok, næsta spurning. By the way, þegar ég átti heim Breiðholtinu, það voru öðruvísi innstungur í Breiðholtinu. Hvað meinar? Ég sverða, það voru ekki þessar tveggja, ég er ekki að íkja núna. Nei. Það voru ekki svona. Voru það bara 3 ára? Nei, það voru ekki 2. Það var svona einn flipi í miðjunni. Svona kassi? Já. Ég er með hann hérna heima, sko. Já, hjá mömmu pappa. Býta þess, ok. Þannig að þetta er ekki það heimskulu spurning. Nei, þú veist, það er bara, þetta er eldgamalt bara, þetta var á öllu Íslandi einu sinni, sko. Ok, þetta er bara í gömlum húsum. Já, fleiri spurningar. Já. Er Aqua Extreme haldið nálægt Brynju? Jú. Þú veist, nálægt. Nálægt. Það er göngufæri, sko. Þetta er svo heimsk spurning. Ok, næsta spurning. Er eitthvað hótel á Akureyri sem er ekki IKEA hótel? Ég er ekki að fatta þessu spurning. Er bara eitt hótel á Akureyri? Nei, það eru svona 10 hótel á Akureyri. Ok. 10, með ég frekar 9 myndum þau. Vá. Akkur 9 og ekki 10. Er ekki einhverja tröppur hjá einhverju kirkju sem fólk á Akureyri lappar upp en fólk frá Reykjavík hleypur upp? Bara kirkjutröppunar. En þú veist, er þetta satt? Lappa Akureyri einhverju upp en Reykjavík hleypur? Sko, ok, eins og orðaður þetta, eru einhverjar tröppur nálægt einhverju kirkju? Hefur hann aldrei komið til Akureyri? Hann hefur aldrei komið, ég er sverða. Hann hefur aldrei komið norður. Ég sverða. Það var bara fattlöð skur, sko. Gjössalega fattlaus. Ok. Já. Ok, næsta spurning. En sko, næsta sko, það var margir sko, það tröppur, það er búin að vera þarna síðan 1900 og eitthvað, sko. 1900 hvað? Giska, hvenær voru það? Sko, ég menn eftir að þeir hjalti úrsöð og hérna félags maður ekki hvað þeir gerðu, þeir hlupu einsinni, þeir gerðu svona hopp í upp tröppunar, fóru í svona póka 1905 eða já, þetta og þá var hjalti úrsöðs og Er það talað að þið fóru í svona kartöflupóka og hoppu upp? Já, ok. Og þeir ég veit ekki betur að það var hjalti úrsöðs sem hann vann þetta keppnið því að hann datt í miðri keppnin og hjalti hann bara hoppaði alla leiðin upp Þetta svaraði spurningunni. Næsta spurning, já. Er pizza með rauðkáli eitthvað þeng á Akureyri? Nei, þetta er ekki neitt þeng. Ok. Er Hamar eða Haukar frá Akureyri? Nei, sko, í alvörinni. Hann er að spurja. Ég veit það, ég er ekki að ráðast á þig. Ég er bara þegar hann heyrir þetta, bara Arnar goddamn stupid með ekkert andlit. Komdu til Akureyrar, please. Arnar líka, ef þú veit ekki hvað Akureyri þá ættir það bara að kynna þetta Akureyri. Næsta spurning. Næsta spurning. Sjallinn. Já. Er það greifin á daginn? Jésús. Mér finnst Arnar með ekkert andlit fyndingur, sko. Ég veit alveg hvað hann er að reyna að, þú veist. Nei, hann er ekki að reyna, hann er spurning. Þetta er ekki legit spurningar, Gauti. Sko, hey, don't shoot the messenger. Gauti, ég veit það. Don't shoot the messenger. Ok, næsta spurning. Er góður rúntur á Akureyri 3 hringir eða fleiri? Það er ekki rúntur lengur á Akureyri. Nei. Hvað meðin þið? Hann er bara eiginlega döður. Hann er döður. Akkurru? Ég veit það ekki, það var alvöru rúnt með einhvern einsinni. En hún er bara, fólk er bara að hanga heima á sig, sko. Hér er spurning. Okay. Ég geti líka sagt það var rúntur hérna 95, sko, rosalega mikið rúntur.
hafa hangið á bíl með bara hérna ringa til ringa til ringa Við náttúrulega getum bara rúndað og þá til rúndur Já, en þetta var bara legit thing. Það var bara rúndur og það var ákveðin ringur sem var keyrt í ringi sko. Herru, næsta spurning og þetta ég hef ekki svar við þessa spurningu en ég var til að fá svar við þessu Já. Hvað svelgur? Já. Hvað það? Það bara svona niðurfall Ok, ég hef aldrei heyrt það Nei. En ég veit hvað næsta Ok. Hvað flus? Flus, það bara svona hýði utan af Já, kartöflum Já. Ég er ekki að grínast Ég hef lent á vegg Ég hef lent á veggjum bara í Reykjavík fyrir að segja Ég er frá Akureyri Já, þú veist frá Akureyri, ég samþykja núna Ég segi viltu taka flus á þessu? Mér stundum bara svo brugðið að sé til svona, þú veist, að sé kannski, það eru greinilega mjög mikið af orðum í mínum orðafóra sem eru greinilega akureyrsk, eða skilurðu það helling af fólki fyrir sunnan sem greinilega ekki tengja við helling af bæjarstjórinn Big Shot í augum Akureyringa? Ég held að hann sé að tala um þig Mig? Já Ég ætla að má ég svara þessu bara Já, mér finnst það Það reyndar bara einn bæjarstjóri og það kona sko. Já, mér finnst þetta það Ok, næsta spurning tengist þessu líka Það er einhvern tímann kostningar á Akureyri? Kostningar? Já, það bara bæjarstjórn kostningar Okay. Og þú veist, það er að kjósa í flokka og svona Færðu afgang tilbaka ef þú borgum að seðlum Akureyri, spyr hann Já, væntanlega Hvað heldur við séum? Þetta farðum tilbaka Ég meina hvað, heldur þú komum bara í búðinu og fara ekki tilbaka Ég veit ekki Lappa upp það Næsta spurning frá Arnari sem ekki með andlit og tengist ekkit minni upplifun Akureyri Það einhver ríkur á Akureyri? Já Birki, ég að spura Birki okay. Einhver ríkur á Akureyri? Já, ég veit með hérna Nefndu með 4 ríka Akureyri 1, 2 og núna Það bara, ég veit ekki um þess að 4 ég þekki það ekki alveg En ég kann segja eitthvað það bara eins og upp í Klettaborginni það sem ég bjó það bara ríka dæmi maður sé bara stór hús sko. Það bara ríkt fólk sem bara búið sér til heilu stóru blokkina Jú, á ég segja reitt þeir eru báðir frá Akureyri sem að Mái og hann Samherjakallarnir Já, þeir Alveg rétt, ég ætla ekki að fara ég er búinn að brenna mig á því að tala um Samherja og Akureyri Jónis Bónus, hann var frá Akureyri maður má ekki, það er eins og hér fyrir norðan það er bara eins og Samherja bara ekkert verið að svíkja fólk Nei, það er ekki almenningsálitið allt sko Það þú hefur hitt á einhverja sjóra eða einhverja? Já, ég hitti bara frængu mínu sem var að vinna á Samherja sko. En Samherja ógeð næsta Sjómenn getur líka verið mjög ríkir Já, hárétt Herðu eru bettlarar og rónar á Akureyri eða ofkalt og sko, ef ég sleppi eða ofkalt þá ég til að vita svarið við eru bettlarar á Akureyri Nei Það eru náttúrulega Það rónar, auðvitað rónar Það eru rónar Rónar allstaðar Það eru 3 eða 4 rónar hérna á Akureyri Næsta spurning Það Birkir Býr Næsta spurning frá Arnar sem ekki vandleit Býr fólk á Akureyri á veitunar? Ég vil að skauti yfir þessa spurningu Já, ég vil að skauti yfir það er bara 4 Nei, Birkir, drullaðans yfir hann núna Sko, Gaur, veist ekki hvað Akureyri það ættir að bara búa á Akureyri og prófa komdu ekki bara til Akureyri Þú mátt alveg segja eitthvað ljótt á hann sko. Og þetta bara prófa að búa á Akureyri fíbli bara helvitist ógeðslega Segja eitthvað meira ljótt Þetta er bara, þú ert hálfvitið þú ert bara frekknóttur, ljótur, ógeðslegur bara fred haus fíbli, komdu til Akureyri og búðu á Akureyri og búðu til Akureyri á veitur til helvitist djöðs auðvitað ræðið Getur stoppið með þetta Rólegur Ég elska fyrsta Ég elska fyrsta Ég elska fyrsta blótseri sem komst með var hann frekknóttur hann herðu, það eru 4 spurningar eftir Yes. Okay. Sorry, það er 4 okay. Er Felix Bergsson vinsalasti Akureyringurinn frá upphafi? Er hann Akureyringur? Ég bara veit ekki greinlega. Felix Bergsson Ok
ég hata að vera að spyrja þess því ég hata þessar spurningar sko. ég ætla að taka fram og ég hata þessar spurningar. Já, ég er búin að ná því. Ég sé það á þér. Hann segir hérna fær fólk borgað fyrir að eiga heima okkur. Sko, þetta bara sem ég endur tók á hann. Já, Birgir, svara þú þessu. Já, sko, það náttúrulega færi fólk borga fyrir að búa á Akureyri. Nei, fólk fær ekki borga fyrir að búa á Akureyri. Ég meina, fólk getur flutt hingað til Akureyrar og keypt sér bíl, keypt sér íbúð og það færi í vinnu og þarna bara áfram með þetta hrikalegt sem ég veit að búa á Akureyri bara besti staðinn til að búa á. Nákvæmlega. En þú fær ekki laun fyrir að búa á Akureyri. Það kjafta þér. Það er 2 spurningar viðbót. Það er hérna og síðan til ég skauta það er margt sem við þurfum að fara yfir viðbót áður en við endum og það er ekki brjálað tíma sem við höfum. Er strætó á Akureyri? Já, hann er frýr. Eða eru úlingar ennþá að teika bíla? Nei, það er strætó á Akureyri, hann er frýr. Ok, heitir sundlaugin á Akureyri í alvörinu klósettið? Og svara þessa spurningu og að því að þú veist alveg ákveðlega spurning. En þú veist alveg En þú meina rennibrautin? Já, hann hefur bara heyrt greinilega að hún heiti klósettið. Rennibrautin? Nei, hann spyr heitir sundlaugin á Akureyri í alvörinu klósettið. Hún heitir bara sundlaug á Akureyri. Nei, ég held að miskilningur sé sko að það er rennibraut hérna í sundlaug Akureyri sem er kölluklóstið. Já, shout out á fucking sundlaugin, ég dýrka sundlaugin. Þessar spurningur er búin, nú getum við loksast bara hægt að spá í Arnar er með ekkert andlit. Ég verð að segja það. Já, ég er svo glaður að hann kom ekki með sko. Sko, ég verð að segja að sundlaug á Akureyri er bara besta sundlaug á Akureyri sem ég hef bara verið í sko. Ég er svo fucking glaður að hann kom ekki með af því að hann hefði ekki sko, ég er búin að vera fyrsta lagi hann báðið mætt í liði eitthvað það svona liggur við að ég sé bara fættur í þær lög sko Þú varst fættur í þessar lög þegar ég er búin að vera í þessar lög sér 95 sko. Já, þú ert klórhaus. Herðu, já Getur Birgir eigum við að rifja upp þarna bambusinn. Dóri, Já. þegjum þetta helst bambus Nei, ok, má ég stráka, því þið eru búin að tala um þetta bambustót og þú verður alltaf smá pyrraður yfir því. Má ég heyra hvað þetta bambustót er? Bambus er þannig Nei, hann veit alveg hvað bambus er, Birgir. Ég veit hvað bambus er, en ég er að spyrja hvað er þið að tala um bambus? Þetta er málið það, þegar við fórum til Thailands, ég og Birgir. Það þið farið saman til Thailands? Já. Sko, málið er þannig að þegar ég fór til Thailands þá fórum við, ég Kári Segið eitthvað sem verður ekki klift út. Já. Kári, Stefán, Aljói og Kári Stefánsson? Nei. Og hann Guðmundur Kári Danielsson. Ok. Og ég, Kári og Aljói og Bubbi og það sem við gerðum þarna út í Tælandi við fórum þarna út og fórum að drekka þarna alltaf og voru alltaf að drekka? Já, og svo náttúrulega bara já, ég drakk á þessum tíma ok. Og ég átti ammæli þarna úti. Já. Og ég maður ekki ég verið 18 17, 18 en allavega þá sko Kári talaði fyrir mig stelpa þarna úti og hún heiti Jom. Ég sko, er þetta Nei, Þönn saga. Það mér líst ekki á að þú hafi verið í einhverju fyllirisferð í Tælandi. Nei, hann er ekki Já, heldum að fram. Og þannig Hvað sá hann héti? Þetta, sko, stelpan heiti Jom. Ok. Og nei, Ór fyrir ekki, Ór eða Jom, það er samanlafni. Það er fyriröndu konans Kára, hún heiti Jom. Ok. Og það er skamsta stelpa sem ég hef með og hún heitir Ór, það skal A-O-R Ór. Já, ok. Og tjóðum ég hef að koma með bókina og ég geta sýnt ykkur bókina með Birgir, ég koma okkur efninu samt. En sko efni er þannig að Dóri hann heldur að það sé alltaf bambus en þegar á leiðin út þá bara var það þannig að ég var drepast í bækinu allan tíman í fokkin. Já, Birgir, þú segir ekki þá sögu. Nei, ok, vilt þú segja bara sögu? Já, málið er bara það, Birgir, stoppaðu nú aðeins. Þú segir ekki þessa sögu. Ég er ekki bara að segja frá því. Bara það, ég var drepast í bækinu
og hérna Kári, hann bara setti mig þarna í nudd, bara hausnudd og axlanudd og baknudd sem var bara mjög gott sko. Þar varstu flengdu með bambus? Nei, ég var ekki flengdu með neitt helvitis bambus. Það var svona bambusnudd. Ég var aldrei flengdu með bambus. Ég elska stráka þegar ég fór þegar ég sagði að það væri lítill tími eftir og þið fóru að segja lengst sögu heimi bambus. Þetta var ekki neitt bambus. Jesus. En ok, skautum yfir það Birkir finnst gott að láta flengja sem bambus. Nei, ég var ekki með Stráka, ok, fyrirgefðu, við erum hættir, við erum að stríða Birkir. Ég veit það. Herru, ég ætla að fara yfir í það sem að allir hafa beðið eftir. Það ég setti á Instagram hvað finnst Akureyringum mest pirrandi við Reykjavík og Reykvíkinga, og ég ætla að gá hvort að þið tengi við þetta strákar. Og ég ætla að lesa upp helling á dóti að það kom langmest inn í þennan dálk. Ok, ég er ekki frá Akureyri en bý út á landi og minnst óþólandi að heyra, leiðist ykkur ekki? Okkur? Nei, þú veist að þetta er spurning sko. Hann finnst óþólandi hún finnst óþólandi, hann er basically að segja að Akureyri finnst óþólandi að heyra, leiðist ykkur ekki? Jú, stundum. Ok, það kemur það verðist enginn kunna keyra í Reykjavík og alls ekki í snjó og alls ekki í hálku. Já. Ég held að Reykjavík kunni hann bara ekki að keyra í hálku þá í snjókum. Ok, sami og sagði hann með tippin í síðastæði. Hann segir að fyrir töðunar á hann öll löngu tippin í Reykjavík. Jesus Kristus. Ég ætla bara að skauta yfir þetta. Já. Við ætlum ekki að ræða þetta. Nei. Að skreppa eitthvað í Reykjavík tekur 8 sinnum lengri tíma í Reykjavík. Já, ég sammála þessu. Það er alveg hárrétt. Einn segir fáviskan í Reykjavík. Fáviskan? Hvað? Bara heimskan. Ok. Það er einn sem segir allt svona, það er ekkert að gera á Akureyri væl eins og Arnar No Face er örugglega að fara að segja. Það er ekki að gera En hann er ekki en það er vissulega eitthvað það er búið að gera þetta. Já. Ísland er meira en Reykjavík og fólk frá Akureyri er ekki automatist sveitafólk eða úr sveit. Já, þetta, ég veit alveg hvert hann er að fara með þetta. En sko, nú vil ég segja við erum, auðvitað erum við á einhvern hlut, ég er ekki að segja að við séum á sveitabæ, en við erum út á landi. Við erum ekki í höfuborginni. Nei. Og það er ekkert að því. Og ég skil ekki akkur að það ætti að vera eitthvað móðgun, skil að getur verið miklu frábærar að búa í einhverjum litlum bæði út á landi heldur en í skítan ekki. Já, en ég held að þetta sem er eitthvað svona, þú kemur ekki til Akureyri og fær menningasjokk. Fatturðu? Nei, það er, sko, ég hef verið hérna í langan tíma að vetur til og ég held að menningasjokki kannski, það er kannski ekki menningasjokk, þetta er svona bara breytileikin að fara úr umhverfi sem þú þekkir. Ég held að sé menningasjokk að flytja hvert sem er eiginlega. Veistu hvað ég tala um? Ef þú flytur úr nær umhverfinu ég myndi flytja, segjum að ég búi á Selfossi og, nei, ég bý á Akureyri og flytja Reykjavíkur. Það er menningasjokk. Já. Reyndar, og ég er ekki að segja þetta þannig. Ég er ekki að tala um eins og eitthvað, ég skil allt í henni ekki neitt og það er bara kýrilíski stafir í Hlíðarfjalli og eitthvað svona dæmi. Nei. En sko punkturinn sem að þessi var að koma með að þeir eru ekki sveitafólk. Já, örugglega punkturinn sem að Arnar No Face heldur að Akureyri sé. Já. Herru, þegar Reykvíkingar segja Akureyri eins og Gauti segir það. Segir þú Akureyri? Já, ég segi eitthvað svona milliki. Þetta er Akureyri. Já, ég segi bara Akureyri að því það bara, Akureyri. En þú heyrir hvernig Birkir, þú heyrir hvernig ég tala. Ég tala mjög hratt, ég með munnræpu og að segja Akureyri þá bara svona. En var þetta að fara í taugarnar á einhverjum hér? Já, ok. Sami gaur segir þegar amma mín kynnir Reykjavík fyrir mér eins og ég sé þroskaheft. Er það ok? Einn segir það er erfitt að finna góða bernesósu í Reykjavík. Já, hvað segir þetta Guði? Hefur eitthvað pælt í þessu? Nei, og mér finnst bara, ég er ekkert eitthvað æstur í bernes. Nei. Ég er ekki æstur í bernes. Okay. Ég fekk einu svona ógeðslega pítsu hérna fyrir norðan á strikinu sem var
strikið ennþá til. Já, en það er ekki til pítsur núna. Nei, það var steikarpizza eða eitthvað. Það var svona pizza með frönskum og bernes og einhverju dóti. Og sennilega einhverju nautakjöti. Já, örugglega, það var mjög ógeðslegt. Herru, ég peppast ekki samt. Ég peppast ekki mjög mikið og við förum okkar mjög reglulega. En það ég er ekki Striki er náttúrulega bara besti staðin til að borða. Það er frábær staður, en ég fekk ógeðslega pizza eins og þar. Reykingar segja pulsa en ekki pilsa. Ég sammála þessu. Reykingar kunni ekki að keyra í snjó. Þegar þeir segja ertu frá Akureyri með G, þetta fekk hann töðunar á morgun. Þeir halda þeir séu stórborgarar. Við búum samt öll í 350.000 land. Þetta er eitthvað sem ég var til að heyra. Þeir tala alltaf svo fucking hratt. Til dæmis 8-10, þá segja þér 80. Já, það stytt orðin í rauninni 80. Hvað má ég heyra þér segja 8-10? Ég segi bara 80. Jú, ég segi bara 8-10. Ég segi ekki 8-10. Ég segi 80. Já. Ég segi líka 10. Þessi bara, veistu hvað? Þessi pía sem er að segja þetta, hún eyðir bara alltaf miklum fucking tíma í að tala. Alveg það. Segir hún bara 8-10? Hún segir 8-10. Já. Herru, síðan er hérna, þegar fólk á sunnan kalla strengi harspörur eða sperrur. Við varum búin að fara yfir þetta. Já. Allir í umferðinni í Reykjavík eru svo fucking stressaðir og tense. Bara chill out, sko. Ok, pilsa, málfar og ego. Það er alltaf mikið slangur í Reykjavík. Hvað Reykvíkingar eru miklu Malbiks hnoðurar. Ég veit ekki hvað það er. Já, ég held Veist þú hvað það er? Já, ég held bara, já. Þetta Hvað er bara, er það? ég held að þetta sé eitthvað svona Gísla Martins takes eitthvað, þú veist, að fara ekki út á land, þú veist, og veit ekki hvernig þetta á að vera út á landi. Hefur heyrt þetta áður? Já. Malbiks hnoðri? Ég veit hvað er á bakvið að vera Malbiks hnoðri, held ég. Ok, aldrei þetta. Það er bara að skilja ekki að sé eitthvað í gangi fyrir utan Reykjavík. Hér er eitt sem einn pía segir og ég er bara mjög ósammála þessu. Reykvíkingar eru allir, nei, hún segir ekki allir, hún segir Reykvíkingar eru tillitslausir, það er ekki mikill nágranna kærleikur. Já. Þetta er leiðilega alhæfing. Já. Þetta er leiðilega alhæfing. En er það ekki bara meira að þú veist ekki niðurlæðing? Er þetta ekki bara meira að þú veist að Reykjavík er bara mjög stór, þú veist, bara mjög stór borg? Eða borg með Ísland. Já, en þú veist, ég finn engan minnst fólk að geta eitthvað kurteisar á Akureyri eða út á landi þetta er Reykjavík, minnst bara allir verið jafn mikið fíbl. Já, en það er samt verið að tala nágranna kærleik. Manstu þetta gaurinn sem við hittum upp í Blóðfjöllum? Nei, upp í Hlíðarfjöllum? Já. Hann var alltaf ekki kurteis. Nei, ég veit það. Þú veist, það eru til fíbl á Akureyri en þarna er verið að tala um nágranna kærleik. Já. En ég er ósammála þessu, en ég mæli samt með að allir séu bara næs við granna? Já, við granna. Það eru umferðin fyrir töðunar á einni mannesku. Hvað er langt milli staða? Sammála. Næsta manneska segir umferðin í Reykjavík shit maður. Síðan segir ein pía segir hvað Reykvíkingar eru sjálfhverfir. Þetta kom líka á hann eitthvað eko-komment. Já, ég veit ekki, þú veist, já. Ég er mjög mikið ego, sko. Þannig ég kannski... En þú gerði líka Reykjavík er okkar, þannig að þetta er satt. Já. Síðan er hérna síðast líka umferðin í Reykjavík er rosalega erfið. Veistu hvað, það er samt bara hér kemur bara basically erfið. Síðasta dæmi er hérna, það eru allir að reyna að keyra á mann þegar maður fer suður, það er allir svo tens í umferðinni. Það sem að punkturinn í þessu öllu saman er að það var langmest talað hérna umferðina. Já. Og hvað að fólk er eitthvað að upplifa Reykvíkinga sem er þetta ekki bara, ok, og nú er ég ekki að vera fordómfullur. Nei. Er þetta ekki að ég veit hvert þú ert að fara samt. Já, er það ekki að sama og mér finnst óþægilegt að keyra í Kaupmannahöfn? Jú, 100%. Að það er bara staðreind. Það er þéttara byggð í Reykjavík. Sérstaklega komin inn í miðbæ. Já. Hraðbrautirnar eru stærri. Það eru meiri það eru mislæg gatnamót og
bara stór ljós og 4 akreinar og kjaftaði, skilur. Það er bara það sko, það er bara meiri það gerist allt ekki bara minni götur í Kaupnum hvernig er þetta? Nei, ég sem er það gerist bara meira fólki, skilur, og meira bíl ekki meira bíl, það er náttúrulega bara hjólað. Það er bara öðruvísi og það er öðruvísi, Ég held það er bara umferð sem maður er ekki vanur. Nei, ég held að máli sé að það sé bara meiri hraði, þú veist, bara hraði yfir höfuð í Reykjavík. Gerist allt miklu hraðar af því að þú þarft að fara fyrr á stað, þú þarft að vera og það tekur tíma að fara milli staða og þetta er bara sem ég teki sjálfu við en ég er með kenningu, einu sinni sagði þú að ég veit hver, ég er ekki að gera grína. Nei. Einu sinni sagði þú við mig að þegar þú kemur til Reykjavíkur þá finnst þér allt gerast miklu hraðar en það gerist fyrir norðan. Já. Og vorum við búin að tala byrju, að því að hlustundur á hann ekki þetta. Nei. Þú komst með þess að þú vildi meina þetta. Já. Kenningi mín er svo að En kenningi þín er sönn. Hún er sönn. Já. Það er basically að þegar að Dóri fer til Reykjavíkur þá er hann segjum hann séð 3 daga eins og ég var ég get bara yfirfært þetta. Í dag fór ég í Hlíðarfjall klukkan 11. Ég fór í sund klukkan 3 og fór síðan í skateparkið að borða klukkan 6 og síðan skateparkið klukkan 7. Já. Sjátt á Braggaparkið. Já. Yfirburðar fucking nice place. En hérna, hann er með pakkaða dagskrá. Í fyrramálega er ég að fara til ömmu og afa og þannig að ég, það er bara endalaust eitthvað í gangi. Já. Þegar Dóri fyrir til Reykjavíkur þá þarf hann að fara í IKEA. Nei. Og hann víst. Ok. Dóri fyrir til Reykjavíkur þarf hann að fara í IKEA og þarf að hitta vini sína fara í Krónuna og hérna Það nefna ekki eitt umulega staði sem að ok, IKEA er svona satt. Já, ok. Akkur segir þetta svona? Þú tvisvarsinnum komið til Reykjavík og bara til að fara líka. Nei, einu sinni elsku vinnur. Og það var þegar ég var að kaupa eitthvað inn í íbúðuna mína. Af hverju ertu svo móðgaður yfir að þurft að fara í IKEA? Því þú ert að nefna IKEA eins og það sé einhver staður sem að sé einhver svona go-to staður á mér þegar ég fyrir suður. Ég hata IKEA sko. Já, ég hata IKEA. Já. Hvað er málið með IKEA? Ég meina það er að versla allir svona húsgögn. Það er ekki málið, þetta er bara svona IKEA er svona staður sem að sígur fólk að sér. Já, og IKEA. Nei, það er bara, stemmingin í IKEA er bara þannig að þú lappar inn IKEA að það koma þangað. Já, og það sem er svo hræðilegt við IKEA þú lappar hann inn og þú lappar inn, sérstaklega núna með grímu, þú lappar inn í risastórt andiri þar sem er eitthvað svona uppstillingargangi ferðu upp rúllustigan og þú byrjar að lappa á stað í einhver svona gerfi veröld þar sem er búið að stilla upp ógeðslega flottum IKEA heimilum allstaðar og það er svo smá sorglegt við að lappa í gennum IKEA að sjá öll pörin sem eru 9 árin ástfangin og eru bráðum að fara að rífast og hætta saman. Já, en hugmyndin hugmyndin Já, þú veist, við vorum að tala af hverju mér finnst allt gera svo hratt. Já, það er basically bara því þú ert búin að plana svo mikið af hlutum og þú ert að gera á alla 3 dögum og þess vegna upplifur þetta hraðar. Já, það er kannski ástæðan. En þegar þú færð sögur, nærðu að gera alla þessa hluti? Nei, örugglega ekkert alla. Það er eitthvað erfitt, maður þarf að velja að hafna sko. Líka að það er miklu lengra í alla hluti, þannig að það er minni tími. Herðu, svo er náttúrulega sko, eru spurningar svo þegar maður kemur í Costco það er eitt sem ég hata þar. Hvað er það? Það eru stóri kerrur. Ég er sammálaður. Ég fór í Costco ég fyrir kvíðakast að því að það var svo stór kerra og ég var með svo lítið að dóti. Veistu hvað þetta ger? Þetta gerstu þetta svo tróðfylli kerruna á einhverju viðbjöðu. Ég væri samt, sko, ég ætla ekki að tala meira IKEA og Costco því ég væri til að hafa ég væri til að taka heilan þátt IKEA og Costco. En hverju er ekki hægt að hafa bara svona kerru bara eins og í Netto og Haku? Það var náttúrulega bara miklu þægilega, sko. Herri Birgir, ég sko til þess að En ég fór í Costco þegar þið voru að byggja þetta upp. Við ætlum ekki að tala meira Costco. Nei, en ég bara segja það þegar ég fór í Costco með pappa og þá var að fólk að versla, það var allir að rekast á hvern annan
bara svona kling, fyrirgjöð þetta bara fáralegt Já. Þetta fáralegt sko Já. Hérna, Birgir en ég sko það sem við ætlum að gera að stýta fyrir þetta þá ætlum við MC Gauti við ætlum að farið það að núna að tala inn á með Söru Konu og Tortimandanum þetta væri Hvað sagðirðu? Hvað sagðirðu? Við ætlum að farið það núna að tala inn á við erum með textan fyrir framan okkur og við ætlum að Málið er, við vorum áður en við fórum í þáttinn þá vorum við að tala um sem sagt bíómyndir sem þú elskar og ég var að spyrja eitthvað svona hvað uppáhaldsmyndina þínar og þú nefndir meðal Ace Ventura Ace Ventura og Tortimandin Predator og síðan Terminator líka Terminator 2 eða ekki Kottu hérna nær mér sko, það sem við ætlum að gera að því við fórum yfir það að Terminator 2 var einu af þínum uppáhaldsmyndum og mér langar svo að enda þáttin á því að ég og þú leikum saman senuna þar sem að sagt, The Terminator og Sarah eru sagt, mætt í bílinn þau eru mætt í bílinn þetta er bara ógeðlegu bíl sko já, þau eru mætt í bílinn og hún er svona að spurja út í hún er að spurja út í hvernig Skynet var til Ætlaði að gera þetta bara á þessum skjá já, ég held það ef ekki gera þetta bara hér okay, og það sem ég geri, ég stoppaði stundum af til þess að lesa svona hvað er að gerast í senunni en það sem er að gerast basically í senunni núna er að þau eru að fara þau standa fyrir utan bifreið já, þarfst ekki að hafa headphone sko jú já, hafðu bara þau standa senunni þannig að Tortimandin John og Sarah og John og Tortimandin standa fyrir utan bifreið og Tortimandin byrjar þessa senu á því að við ætlum að leika þessa senu og þú ætlar að leika þetta þú ætlar að vera eins nálægt ekki eins nálægt mæknum heldur þú ætlar að vera tala alveg eins og Arnold Schwarzenegger í myndinni þú ert búin að segja þessu mynd hann gerir það líka reglulega það er nefnilega máli því ég hef heyrt hann segja I'll be back já, ok, þannig að við ætlum að hátskýrt ok, ef að gera þetta go to the chopper ok, og við ætlum að lesa bara hægt og rólega ok, hvað gerir þetta? The Terminator segir it's in your nature destroy yourself John nuts this bread nei, já já, sko, þú lest þetta já alveg þess að Tortimandin ekki með þinni rödd og síðan segi ég hérna ok, gerum við þetta aftur 1, 2 og byrjum við það it's in your nature destroy yourself og John, hann kinkar kolli dálítið leiður John segir yeah, drag, huh? Sarah I need to know how Skynet gets built who's responsible no, Terminator says the man most directly responsible by Bennett Dyson the director of special project and Cyber System Corporation why him? A few months of crew to the revolution of the type of predator and then what? The Terminator clone nei, og Terminator lokar Terminator ég lesi þetta okay. Terminator lokar hútin á bílnum og fer inn í bílinn og heldur áfram að tala The 3 years of Cybertron will become the last supplemented military complete system or the stealth big bomber of the British Cybertron completely become a full unit afterwards fly with perfetti or pretty records. Great. Then those fat fucks in Washington figure, what the hell? Let a computer run the whole show, right? They're basically starting the engine back in the street funding by passing the system goes to line August 40, 1997.
Human destroy the lineup. Become destroy the defense. The Skynet begins. Learn a compete. Right. I come yourself. Alright. 2040. I'm a system of time. August 29. And be panic at that destroy. Pull a block. And Skynet fights back. Og það var búið sko. Þetta var bara sena. Vá, þetta var svakalegt sko. Þetta var nefnilega svakalegt. Ég bara ætla ekki að hafa þetta lengra. Nei. Þetta er ekki höfð.